Komið bless og sæl og verið velkomni með okkur í Hvíta máva. Næsti gestur söngfugl og hefur farið til útlanda til að læra þetta, hefur gríðarlegan áhuga á söng. Jónína Björt Gunnarsdóttir heitir hún og við ætlum að spjalla saman á eftir. Jónína Björt, vertu velkomin. Takk. Hvað heitir svona litur á hári? Fjólublátt eða lillablátt? Nei, hvað? Já, fjólublátt myndi ég segja. Fjólublátt. Af hverju gerir þetta? Ég hef bara fekk þessa delluvel í Rocky Horror að breyta lit og gera eitthvað öðru þessi að höra á mér. Já, en þetta alltaf í tísku að vera með alls konar lit. Ungar konur lita sig gráhærðar. Já, ég hef prófað það. Hvernig kom það út? Mér fannst það mjög skemmtilegt Já. að vera með svona dökkt og með grátt í. Já, með grátt í. Mömmu minni fannst það mjög skemmtilegt. Svona eins og ég með grátt í. Söngvarar eru alltaf hræddir hálsinn og röddina. Já. Og sumir hverjir ganga alltaf með trefil, alveg sama hvar þeir staddir í veröldinni. Er það rétt? Já, það á ekki alveg við mig. Nei, hvernig er þetta hjá þér? Ég hef aldrei verið neitt sérstaklega stressuð. Það kom smá tímabil þar sem að ég var oft svolítið veik og þá fór ég í hálskirtlatöku og síðan þá hefur þetta bara eiginlega ekki verið vesen. En breyttist röddin okkur við það? Nei, gerði það ekki sko. Nei. Tók smá tíma að jafna sig. En er það rétt sem ég hef heyrt að fólk sem er í þessum geira, söng, er að undirbúa sig tónleikar eftir viku, það er verið að æfa, 2 dögum fyrir tónleika, þá kemur eitthvað í hálsinn. Það var tímabil hjá mér þar sem ég lenti mikið í því. Já. Og það er bara held ég eitthvað stress í fólki. Já, hálsbólga oftar en aðrir. Já, bara svona, ég held að ég hef oft haldið fram að sé ekki einu svona hálsbólga því að svo losna kannski þetta bara leið og tónleikarnir byrja eða í lokin. Þetta er bara stress og einhver spenna sem kemur upp. Sko. En er þá ekki agalegt að vera að halda tónleika og hafa á tilfinningunum þessi ekki lægi með hálsinn og röddina? Það er alltaf mjög stressandi og óþægilegt. Já. Ég lenti alveg nokkru sinnum í þessu en það er alveg farið. Sko. Þessi svona hálsbólgu, það ég fæ ekki svo leiðis. Hvernig líður þér á sviði? Mjög vel. Þykir þér gaman á sviði? Ég bara veit ekkert skemmtilegra. Já, það er ekkert skemmtilegra. Nei. Þess vegna sem þú ferð út í þetta þá eða hvað? Já, það er til þess að fá leiklistina inn líka og dansinn og sönginn og að því að... Hvað söngstu síðast? Söngst í morgun? Söngst í dag? Ég fór í söngtíma bara á 50-daginn. Já. Nei, það er 50 í dag. Ég fór í söngtíma í þessari viku og ég söng Mimi úr La Bohème. Þá tók ég klassíkina eftir að ekki sungið hana í örugglega 10-15 ára. Og kanntu það? Já, smá ryðguð. En er þetta eitthvað sem að svona almenningum myndi tekja, einhver svona brot úr því sem að ég myndi tekja eða hver sem er? Úr La Bohème? Já. Óperunni? Úr þessu sem hún söngs, Mimi? Hún er, innan óperugeirans er þetta mjög þekkt aría. Geturðu gefið mér tóndæmi? Er voða frekt að segja svona, maður á ekki að gera það, en geturðu bara svona svo maður viti hvernig þetta er? Mi chiamano Mimi, ma il mio nome Lucia. Já. Er þetta langt verk? Arían sjálf Já. er ekkert, nei, hún er ekkert voðalega löng. Já. En greiðlega falleg. Syngur í sturtu? Nei. Þú gerir það ekki. En þegar þú syngur, Já. bara svona með sjálfrið þér, beiturðu þá röddinni svona eins og þú ert búin að læra þetta? Eða syngurðu bara, eins og maður segir, með þinni röddu, sko? Ég er búin að vera að læra líka poppið. Já. Mér finnst mjög gaman að syngja það og ef ég er ein í bílnum, þá syng ég alveg bara allt powerið út í gegn, sko. Já. Og hvað hlustar þú? Ég hlusta rosa mikið bara á Pink og söngleiki. Ég hlusta eiginlega söngleiki alla daga. Og ef ég geti hlusta bara það, þá
Nú væri það alveg yfirdrifið nóg. Já, Já, það já, já. Ertu með fasta vinnu sem söngkona? Eða tónlistarmaður? Nei, ekki eins og er. Nei. En í haust er stefnan tekin á það. Já, já. Hvað gerir þá í dag? Ég er bara að vinna í afgreiðslu. Hvar? Í búð? Ég er bara í átaki, líkamsræktarstöð. Já, já, já. Svo er ég í aflýsingum hjá menningafélaginu reyndar líka. Já. En sko, ég heyri það bara á þér að þú ert alveg sko heltekin að þessu sko. Hvenær kom þetta inn í líf þitt? Hvenær ákvaðistu að nú ætla ég að verða söngkona? Sko, ég lærði á fiðlu sem krakki. Því að mér langaði alltaf að læra á fiðlu. En fann mig einhvern veginn ekki alveg þar. Og ég bara gafst upp á því á bara svona unglingsárum. Og ákvað bara 16 ára að fara í söngnám. Ákvað bara að prófa það. Klassískt söngnám? Þá fór ég rytmist í bara 1 ár og færði mig svo yfir í klassísku deildina með það fyrir augum að læra bara tæknina og fara ekki í óperusamt. Já. Og ætlaði bara að læra tækni og fara svo bara í poppið. Í poppið? En svo bara gekk svo vel í óperunni að ég keyrði í gegnum það nám á 4 eða 5 árum. Já. Og komst inn í listaháskólann og kláraði þar. En þá var mér fyrir að langa svona aftur yfir í kannski pop og læra leiklistina. Það var alltaf draumur. Vildur hafa leiklistina með þá í þessu eða hvað, með söngnám? Já, ég sko fór upp á listaháskólann og var að vonast til þess að fá leiklistarkennslu þar líka. Já. En það var ekki mikið það. Nei. Þannig að mér langaði, og mér alltaf dreymt að verða leikari líka. Já, já. En hvað er þessi áhugi? Lýsi ekki alveg upp við það. Fyrir að fyrsta. Foreldrar mínar eru danskennarar og alltaf sungið í kórum. Ég átti það til að fara með á kóraæfingar og þá kunni ég alltaf bæði sópranröddina og tenorröddina þegar ég var 5 ára. Já, og söng hafstöð með. Hver eru þau, foreldrar þínir? Þau heita Gunnar og Margrét. Það eru danskennarar hérna í bænum. Nú hér á Akureyri? Já. Já. Og eru þá með sko dansskóla eða? Nei, ég eru bara með danshóp, svona þjóðdansahóp og eru alveg komið með frekar stóran hóp. Já. Og hvað heitir það? Vefarinn. Maður heyrst það. Og séð? Já. Allir á sauðskinsskóm? Já. Og hefur þú dansað með þeim? Já, það er alveg. Ég var rosalega mikið með þeim þegar ég var krakki. Já. Og var 5 ára í þjóðbúning alltaf að dansa með gamla fólkinu. Já. Þá voru við með svona eldri hóp frá Dalvík, meira svona eldri borgara. Já. En núna er þetta orðið miklu stærra hjá þeim og þau eru komið með bara fólk á öllum aldri eiginlega. Er þetta ekki hópur sem að fer jafnvel til útlanda til að taka þátt í einhverju? Jú, það var rosa mikið verið að bæði fara til útlanda og hitta aðra svona hópa og fá fólk hingað. Fóru til, held ég, Rúmeníu og hafa farið líka til Bandaríkjanna að hitta á einhverja svona vestur Íslendingahátíð. Já. Þau eru að halda við þessari gömlu danshefð. Já. Viki, Vaki og hvað þetta heitir alls saman. Já, nákvæmlega. Og við dansa við allir þessi gömlu þjóðlög og Hani krummi hundursvin og eitthvað svoleiðis. Sumum þykir þetta voða púkó. Já. Já. En gamaldags. En það er gaman að sjá þetta. Já. Mjög gaman að sjá þetta. Algjörlega. Og það finnst öllum mjög spennandi að sjá þetta og þau eru til dæmis orðið mjög vinsæl að leigja út búninga fyrir menntaskólahátíðina, árshátíðina. Já. Þá er ég vilt haldið partí heima á mér. Það er af því að foreldrar mínu klæða upp kannski heilan bekk af krökkum í þjóðbúninga. Í þjóðbúninga, já. Það er orðið svona ákveðin stemming í kringum það líka. Já. En hvaðan ertu, ef ég má spyrja? Foreldrarnir búa hér, hafa þau alltaf verið hér eða? Ertu fædd hér? Já, ég fædd á Akureyri en ég bjó fyrstu 7 ári mín á Dalvík. Og svo bjó ég á Stórutjörnum í 4 ár og svo komum við hingað. En mamma mín er að austan og pabbi minn er sunnan, þannig að ég er svona svolítið alls þar frá. Þú ert bara víða að? Já, eiginlega. En er það þá í gegnum þau sem að þú færð þannig mikla áhuga á tónlist? Já, ég myndi segja það. Ég, náttúrulega svona fyrsta skipti sem að ég, fer að leika á eitthvað því ég var alltaf svolítið feimin samt. Ég leika í svona skólaleikritum og þannig. En bara, ég veit ekki hvað það var en ég einhvern veginn lét vaða og fór í pröfur fyrir Rocky Horror hérna
sem var sýnt Já, hvað varstu með á bakkínu þá? Það er að segja, sko, hvað hafðirðu fram að færa þegar þú færð þangað? Fórstu bara að söngst? Já, eiginlega. Það var ég bara búin að vera í söngnámi hérna í tónlistarskólanum Já. í einhver 2 ár, 2-3 ár. Og fór og söng upp úr My Fair Lady og Hvað söngstu My Fair Lady? I could have danced all night. Já. Kannast við það. Já. Það er mjög skemmtilegt. En svo hvað? Svo bara ódrepandi áhugi og hvað svo? Og hvað svo? Já. Svo bara, ég sko fæ eiginlega bara þessa bakteríu við að fara að leika í Rocky Horror. Þá bara kemur þessi leiklistar og söngleikja bakteríu, sko. Já. Og en fer samt í klassíska námið og klára það og fer svo bara og kemst óvænt eiginlega inn í skóla í New York. Ég ætlaði bara að fara að taka mér skólapásu og sé þetta auglista, það eru pröfur fyrir þennan skóla og... Í New York? Já. Pröfur? Þurftur þá að fara í pröfu? Nei, skóli minn kom til Íslands og var að ferðalagi alla Skandinavíu og var með pröfur. Tók fólk í pröfur? Já. Væntanlega nemendur? Já, eða þú veist þess að ég var ný útskrifuð, eða ég var að fara að útskrifast þegar ég fór í þessa pröfu. Og þú komst inn í þetta? Já. Sko mína. Já. Og hvað lærðir þú þar? Þar lærði ég söng og leiklist og alls konar dans. Já. Grunn í bara ballett og jazz og hip-hop og stepp og alls konar. Hvað heitir svona skóli? Þessi heitir New York Film Academy. Já. Er þetta þekktur skóli? Nei, þetta er frekar nýr skóli. Já. Og í rauninni söngleikadeildin er bara samt orðin mjög sterk. Þeir eru með mjög góða kennara. Mikið til kennara sem eru að leika á Broadway í dag. Já. Þannig að maður er að fá reynsluna. Og fá að heyra hvernig það er að vera á sviðinu í alvörunni á Broadway. Já. Og var það í bakþanganum, var það draumurinn að kannski kemst ég á Broadway? Já, það er alltaf draumurinn, sko. Já. Það er svolítið stór draumur. Hvað varstu lengi að úti? 2 ár. Já. Hvar í New York, sko, það kom hérna ungur maður daginn sem að var í leiklistanámi og var einmitt í New York og hann var að segja mér svona sögur að hvernig gekk að fá húsnæði og þess aftar. Hvernig gekk þér allt svona að koma þér inn í samfélagið? Það gekk reynda bara rosalega vel af því að ég flutti bara inn á íslenska fjölskyldu í rauninni. Og bjóst þar alla tíð eða? Já. Í skólanum? Það var planið að vera bara svona fyrst til þess að koma sér fyrir og svo leiðis. En svo bara gekk það svo vel og ég var stundum að passa litla strákinn þeirra og það var það eiginlega bara svona eins og önnur fjölskylda. Já, þannig að þú hefur svona au pair bara í með. Já, nánast. Og varstu hjá þessu fólki í allan tíman? Er það fólk sem býr í New York alveg eða? Já. Já. Búa í Brooklyn. Já. Og hvernig var að vera þarna í Brooklyn? Það var bara mjög fínt. Já. Mjög gott að vera þar. Það er svona hægt að lifa þar líka, að það er svo dýrt að búa á Manhattan, sko. Já, auðvitað. En New York, hvernig tók hún þér? Mér fannst þetta bara æðislegt. Þetta er bara, það er alls konar fólk þarna og þú fær bara að vera nákvæmlega eins og þú vilt vera. Já, sumir segja sko, annarkvort bara tek ég New York eða ég bara þola hann ekki. Hefur heyrt þessa sögu? Já, algjörlega. Já, þannig að þú tókst hana? Já, mér klæðir alveg puttana núna að fara að komast aftur ánga. Er það? Hvað er langt síðan hefur komið? Ég fór jólin, eða réttur jól. Fórstu jólin og hann er fann að yða í skinninu. Já. En hvernig lítur þetta út hjá þér? Þeir eru út búinn þarna með þetta nám, leiklistanám og þá kannski mest söngleikjanámið. Langaði þið ekki til þess að verða eftir, eða ekki verða eftir, heldur bara að halda áfram að búa þar? Hvaða möguleika hefurðu haft þar? Sko, það er náttúrulega svolítið erfitt að fá atvinnuleyfi þar. Já. Það kostar alveg svolítið mikið af peningum og svolítið mikið af þolinmæði. Ég hefði getað sótt að fá að vera í 4 mánuði í viðbót. En ég hafði bara svolítið þörf fyrir að koma heim. Það var búið að vera svolítið langur tími eða bara langt og erfitt nám. Og ég bara þurfti að koma heim. En ég var alltaf með að opið að fara aftur út, sko. Og það er alveg opið að það. Það eru opið að það? Já. Varstu með einhverju fólki sem að þú kannski veist að hefur komist áfram, komist upp á Broadway eða komist í svona off-Broadway
Já, það er svo sem enginn búin að komast held ég inn á Broadway, ekki sem við veitum, en Nei. það er alveg fólk að til dæmis að túra með sýningar Bandaríkin. Já, Og svo, þú veist, fólk, það er náttúrulega fer bara eftir í hvað fólk er duglegt sjálft að fara í pröfur og svoleiðis. já. En þeir sem hafa pínt sig í að fara mikið í pröfur og verið duglegt, það er eiginlega, þú veist, þau eru búin að fá verkefni. Já, það þykir mér sér flott sko að komast í auglýsingar. Já, það er bara mjög góður business. Já. En nú er alveg gríðalegu fjöldi af ungu fólki með þennan leikhús áhuga, þessa leikhúsbakteríu, fer í nám og jável mjög fært fólk og það kemst ekkert áfram. Hvað er ræður? Heppni? Já, það er náttúrulega bara, það þarf bara rétt að fólki að sjá þig, finna þig í rauninni. Já. Það er rosalega erfitt fyrir þig að sækja jobbið. Eru það þá ekki sko leiklistanemar, eru þeir þá ekki alltaf út á götu og gera eitthvað og svona til þess að bíða eftir því að einhver leikstjóri sé, þessi er sniðug, verði uppgötfuð. Þetta er spurningum að verða uppgötfuð. Það er eiginlega þannig sko. Þú þarft eiginlega að vera duglegur einmitt, að sýna þig, búa til verkefni og vonast til þess að einhver komi og hlusti á þig og finni eitthvað í þér. Já. Sjáu eitthvað þannig sem Fyrir hann getur gert. fyrir mörgum mánuðum síðan það vissi ég það sko fólk sem var í þessu, hvort sem var í New York eða London eða hvað sem var, að sko það var fyrir tíma GSM símana sko, bara síma með snúru, Já. að það þorði ekki út því að það var alltaf að bíða eftir símtalinu, einu eina stóra símtali. Það er nefnilega. Það er kannski ekki alveg þannig núna. Það er sem meira svona, þú þarft að vera út af við og til dæmis skóli minn, hann í fyrsta skipti sem að, hann var með svona showcase í lok annarinnar hjá okkur, Já. þar sem það var agentum, umboðsmönnum og svoleiðis fólki var boðið að koma og þá hringja þau í þig ef þau sjá eitthvað í þér sko. Já, maður hringdi þig. Já. Já, og hvað fékkstu? Ég hefði getað fengið viðtal við alveg frekar stóra umboðstöður sko. Já, en? Þar sem ég var að koma heim og þá... Sagðirðu nei? Nei, ég rauninni bara ætlaði að heyra í þeim og reyna að ná Skype viðtali en svo ef að það er ekki, þú veist, að því ég var ekki með leyfin í landi sem hefði getað tekið kannski ár eða eitthvað svoleiðis, þá einhvern veginn var það ekkert mikið úr því. Nei, þannig að En það ég myndi þá frekar kannski reyna að heyra í þeim aftur ef að ég færi út. Sko. Já, þannig þetta er spurningum þetta atvinnuleyfi sem að verði stoppa marga. Já, Já. það er svona. En hvað, sko, ég veit að þú fékkst, sko, þú söngst einhver hlutverk í söngleikjum úti. Já. Segðu mér. Ég fékk hlutverk í söngleiknum Chess. Nú, eftir Abbastrákana? Já. Ég var sem sagt Svetlana hlutverki þar. Og svo var ég líka bara auka hlutverk í Carousel sem við settum upp. Carousel? Já. Er ekki You Never Walk Alone í því? Já. Það er því. Segðu, hvað ég segur? Já, nákvæmlega. Ha? Ég söng það eiginlega, sko, einu sinni í viku, bæði árin sem ég var þarna. Ég var alltaf beðin að syngja You Never Walk Alone. Nei, er það? Og hvar varstu þá að syngja það? Bara í skólanum og ef það voru masterklassar eða eitthvað svoleiðis, þá söng ég það mjög mikið. Sóttur svoleiðis, koma svona einhverja stjörnur inn og eru með svona masterclass og þá fáið þið góði nemyndar að koma og fylgjast með og læra. Já, það var alveg nokkru sinnum sem við fengum alveg góða umboðsmenn eða söngvara eða eitthvað svoleiðis og þá var ég vel kannski valið úr, þú veist, það voru 5 nemyndur sem fengi að syngja fyrir hann. Já. Og hann kannski vann aðeins með þeim og svoleiðis. Já. Og það til með svo var einu svona umboðsmaður sem kom frá Bretlandi og þá var verið að reyna stílinn á krakkana sem voru frá Evrópu. Þú veist, að leyfa þeim að syngja. Voru margir Evrópubúar í þessu skóla? Já, fólk bara allstaðar í heiminum bara. Já, það er bara allstaðar að. Já, ég var með fólk í bekk frá Ástralíu, frá Kólumbíu, frá Mexíkó, Svíþjóð, Belgíu. Þessi baktería er svona rosaleg. Já. Og voru þau öll með sama markmiðið, að verða fræg? Já, algjörlega. Já. Eða fræg, ná einhverjum árangri í þessum. Já, en sko, staðan í núna, hver er hún þá akkurat núna bara í dag? Þú segist vera að bíða, þú segist vera að vinna í afgreiðslu og hvað með vetrinum? Ég er að fara að kenna í vetur. Hvar? Bara í grunnskólanum til dæmis og sennilega hjá leikfélaginu og svona.
bæði leiklist og tónlist og tónmennt Já. og það er svona. Spilar á hljóðfæri? Já, þú sagðist læra að hafa lært á fiðlu. Já, það fylgdi mér nú ekki. Nei. Ekki á fiðlu, en ég er svona aðeins að reyna að læra á gítar og píanó, bara til þess að geta bjargað mér eiginlega. Já, já. Ertu með fjölskyldu? Ég er bara með kærasta. Ertu bara með dröslast með kærasta? og er hann héðan eða? Já, hann er Má ekki spyrja hvað hann heitir? Hann heitir Orri. Já, já. Hvað gerir hann? Hann er að læra í háskólanum. Já, hann er ekkert í leiklist eða söngleikalist. Nei, við erum alveg að sikkur á mendanum þar. En nú kemur þú heim Já. og með sko söngleikja drauminn í maganum. Hvað sé að leikarar? Það er svona misjafnt. Er þetta svona skörlægra? Já, það er sko, mér finnst það ekki. Mér finnst það alveg eins og vera leiklist og þetta er það. Það er í leikhúsunum. Þeir eru að sýna rosa mikið og þetta er og það er það sem gengur best. gríðarlega vinsælt. Það gengur best, það já. gengur eiginlega bara, já, langbest. Já, eins og með Mamma Mia, náttúrulega bara að rúlla og rúlla. Já, já. Og Rocky Horror gekk náttúrulega svakalega vel. En sumum finnst Shakespeare skemmtilegri. Já, það er bara, já. Og það er bara þeirra. Mér finnst söngleikirnir langskemmtilegastir. Hvaða söngleikur er skemmtilegastur á þínu viti? Sko, það sem hefur fylgt mér alltaf er söngleikurinn Rent. Rent? Já. Býtu, var það ekki Barbra Streisand? Var hún ekki í því? Nei. Það er svona rock-söngleikur, sko. Það er rock-söngleikur, já, Rent. Það var sett upp í loftkastalanum einhvern tímann. Já, alveg rétt. En þetta er búin að gangi í útlöndum í áraraðir. Já, þetta er á West End í núna. En svo er náttúrulega það vinsælasta í dag er söngleikurinn Hamilton. Hvað er það? Það er glænýtt, eða kom út 2015 og er Alexander Hamilton. Og er svona hip-hop heila. Hver var Alexander Hamilton býtunum við? Hann ætlaði að verða Bandaríkjaforseti og Já. Og er þetta hip-hop? Já, hér er gömul saga, sett við bara svona R&B og hip-hop. Ég sá eitthvað þetta í sjónvarpi, getur það ekki passað? Jú. Já, ertu búin að sjá þetta? Nei, það kostar í kringum 80.000 krónur að fá einn miða. Og þegar ég var úti 2015, þá var uppselt út 2017. 80.000 krónur miðinn? Hvernig sæti er þetta sem að situr í? Bara venjuleg sæti, sko. Já. En hvernig sérðu þetta, hvað langar þig að gera? Nú ætla ég bara að veita þig, sko, nú máttu að segja hvað þig langar að gera. Þú hefur eina mínútu. Já. Mér langar bara að komast á svið hérna á Íslandi. Fá fastráðningu eða eitthvað slíkt, komast í leikhúsin. Já, sem leikari þá? Sem leikari og söngkona. Já. Og að geta lifað á því í rauninni. Já. Stærsti draumurinn er að komast á Broadway en þetta er svona draumur sem hefur alltaf verið hjá mér. Má ég bara spyrja, er einhver smuga að komast inn á Broadway eða West End eða eitthvað svona? Það hlýtur alltaf að vera hægt. Einhvern veginn kemst fólk að þeim. Já. Ferðu til útlanda til að sjá söngleiki? Já. Ertu búin að vera til dæmis niður í London nýlega? Ég hef ekki farið til London, ég hef ekki farið á West End. Nei. En ég var náttúrulega mjög dugleg þegar ég var úti að fara og sjá sýningar. Já. Og svo núna þegar ég fór í jólinn, þá fór ég og ég reyni alltaf, ef ég fer út, þá reyni ég að fara allavega 1-2. Býrðu þá hjá þínu fólki í New York eða þú ferð þangað? Já, þetta er munur. Þetta er bara flugfærið og búið, engin gisting eða neitt. En áfram með draumaspurninguna, hvað mundir, sko, þú vilt fá fastráðningu, þú mátt velja verk líka. Það sem að ég ætla mér að gera, ég ætla bara einhvern veginn að reyna að láta það ganga upp einhvern tímann, er að setja upp The Last 5 Years. Hvað er það? Það er söngleikur sem eru bara 2 hlutverk og er svona frekar svona típisk ástarsaga nema hvað að stelpan byrjar á enda sambandsins og strákurinn á byrjuninni og svo vinnaði þessi inn og svo út. Og svo frá aftur. Já. Þannig að þetta er bara svona aðeins
Þetta er skítódýr söngleikur. Já, ég nefnilega held að þetta sé ekki svo erfitt að setja upp. Nei, en ætlar þú að leika það eða ætlar þú að leikstýra því? Leika. Hver á að leikstýra? Það er bara opið ennþá. Já. Þetta er bara svona hugmynd í hausnum sem ég þarf að koma í framkvæmd. Já, það er svo það vill verða. Jónína. Já. Ég vil taka mynd á þér. Já. Viðtalið er búið. Ok. Og eina langa. Já, þetta með þennan lit í hárinu. Takk fyrir spjallið. Já. Mjög gaman að spjalla við og gangið er vel. Já. Það er hlutverk. Ég las það mjög. Já, nei, bara í einhverju. Í einhverju, já. Já.